Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, herðu, ég man það þegar ég var yngri að þegar fór að koma þessi árstími og fór að líða jólum, þá var svo oft skemmtilegt í bænum, af því að þá kom fólk hérna og þaðan úr námi og fleira til þess að dvelja hér jólin og þá hitti maður alls konar skemmtilegt fólk og heyrði eitthvað annað en var að frétta hér úr fábreytileikanum sem var í minni uppeldi. Ég veit ekki hvað það Reykjavík sé það, ég held að Reykjavík sé en þá smábær. En svona í anda þessa þá greip ég Birtu Benónýsdóttur sem er í stuttustoppi á leiðinni út til Frakklands, þar sem að þú hefur verið í mörg ár. Já, búin að vera búsett síðan 2007. Og þú ert eins og stundum í ævintýrunum ung kona sem að fældist inn í sirkus. Já, sko þetta er eiginlega flóknara en það. Uppaflega 2007 ætlaði ég bara í 3 mánuði sem barnapjall Frakklands, sem au pair. Og þetta var, sko, ég kláraði stúdentinn 2006 og var alveg ákveðin í því, ég ætlaði í sirkusskóla. Og svo einu skóli sem ég þekkti var í Stokkólmi. En þetta var ekki rétta árið til að taka inntökuprófuna því að það er bara annað ár. Þannig ég hugsaði bara fékk mig vinnu og ætlaði að safna smá pening og fara svo bara út til Stokkólms næsta ár. Og miðjan veturinn, þetta var óbúslega leiðilegt ár 2006, mikill snjór og svona. Mér langaði að fara bara eitthvað svona út og vitja ævintýrana, hafði lært smá frönsku í menntaskóla og ætlaði bara að fara 3 mánuði sem au pair. Og ég læti upp svona prófíl á eina fyrstu svona au pair síðunum á internetinu. Og það er strax kona sem hefur samband við mig og við förum svona að skrifast á og tölum ekki sirkus eða neitt og ákveðum að ég að koma frá sem sagt miðjum apríl og fram í miðjan júlí. Og svo þegar þetta fer svona að verða svona staðfast að þá útskýri ég þurfi kannski að fá 1 viku frí í júní til að taka inntökupróf í Stokkólmi í sirkusskóla. Og þá segir þessi kona mér að hún vinni í sirkusskóla í Frakklandi sem er mjög þekktur og heitir Centre National des Arts du Cirque og er svona bara þjóðarskólinn, svona elítuskólinn í sirkuslistum í Frakklandi og að inntökuprófin séu í maí og ég verði náttúrulega hjá henni á þeim tíma, ég ætti náttúrulega bara að senda inn vídeo og gá hvort þeir takið mig í inntökupróf. Þannig að þetta var eiginlega bara svolítið svona að ég ekki hugmynd hann skóla eða neitt og þetta var bara svolítið forsjón, já, og þetta var bara svona lífið sem að tók einhvern yfir og já. Og þú sóttir og fórst inn? Ég sótti og var tekin inn í inntökuprófina, þetta er alveg 500 manns eða eitthvað þeir taka inn 80 inntökupróf og taka svo inn svona 15 í lokin, þetta er alveg vika sko sem maður fer í gegnum í dans og leiklist og alls konar sko. Þú komst í gegn? Og ég komst í gegn. Þannig ég ákvað að fara bara ekkert í inntökuprófun til Stokkólm og heldur að verða bara þarna. Og þú ert ánægð með það? Já, get ekki sagt það. En af hverju komst þú í gegn að því að þú hafðir eitthvað verið að gera sirkus? Ég hafði fengið svona sirkusbakteríu að því að það voru reynda bara vinir mín sem að dróðu mig á festival á Lunga á Seyðisfirði og þar var svona sirkus námskeið. Ég var í 3 daga og ég fekk bara svona bakteríu og þessi vinahópur, við fórum út til Svíþjóðar að skoða skólan þar og æfa okkur og vorum eitthvað svona að leika okkur í sirkus í smá tíma og ég var svo eina sem ákvaða að þetta væri það sem ég ætlaði að gera en ég með mikinn fimleika bakgrunn, byrjaði 7 ára og var í landsliðinu og síðan var ég búin að vera mikið í götuleikursinu og þarna fann ég svona list sem að sameinaði þessa svona leiklist og performance en líka mér svo óbúslega gaman að hoppa í heljarstökk. Þú ert í svona akrobatíu? Já, ég er það sem að kallað ég hef ekki fundið almennt orð yfir á íslensku. Á ensku myndum við segja flyer, þannig ég útskýri oft fyrir fólki að ég sé bara fljúari. Mér er hent upp í loftið og svo vona ég að fólki grípi mig. Þú er náttúrulega lítil og létt. Það er nefnilega svona, er einn af, ekki algjörlega, en það er svona einn af starfskröfunum svolítið í því þegar maður er. Það er ekki margir stórir feitir kallar sem eru flærar. Það getur alveg komið fyrir og það geta allir flogið og það getur, ég kallar íslenskan fljúari og haldari, það eru haldararnir mínu sem að henda mér í loftið og grípa mig aftur, en ég get alveg líka verið haldari ef að ég bara ber mér rétt og eins og að ég hef haldið á mönnum sem eru 2 sinnum þyngri en ég og
og þeir geta líka flogið. En þegar þú ferð í námi, það svona brautir að þú valdir flærabrautina eða lærður líka vera trúður eða... Þetta var svolítið mikið svindl. Hreinsa upp í sirkus að hreinsa upp kúkin eftir fílana? Þú hlærð kannski, en maðurinn minn hefur gert það. Nú, ja. Og það kemur, að vinna með fílum eitt af hræðilegasta sem ég hann gerði þetta í nokkra mánuði, var semst að bara var tæknimaður í svona sirkus og þurfti að þrífa upp kúkin og þetta einn versta lykt sem ég nokkuð tímann fundið, það fór beint í sturtum leið hann kom heim. En allavega ég ætla að útskýra í skólan sem ég fer í. Venjulega fólk að koma úr fornámi og grunnnámi og þetta svolítið endastöðin. Þannig ég sleppti... Það sem það var svo hissa að þú hefði flogið inn, sko. Já, ég var bara eiginlega svolítið heppin að komast þarna inn og venjulega þegar fólk kemur inn í svona skóla þá það nú þegar með sérhæfingu. Þú ert kannski að klifra í kaðli eða sveiflaðir í trapísu eða klifra labba á línu og ég kem þarna og ég kunni að klifra svolítið í svona það sem kallað tissu. Og ég vissi sem bara svona, sem hangir niður já, svona silki og kunni að gera einhverja 5 æfingar í því og líka, maður þurfti að sagt, sína atriði, 7 mínúna atriði og ég vissi það ekki, ég bara fekk að vita það deginum áður þannig að atriði mitt var ekkit opbóðslega, það var bara svona improvisation og mér var svolítið skrítið, þið voru alltaf að koma til mér og spyrja ertu með músík? Hvaða músík ertu með? Nei, ég ekki með neina músík, var búin að hugsa um texta, var bara búið allt til í hausnum á mér og þetta allavega atriði hjálpaði mér að komast inn í skólan, þetta var algjörlega bara spuni á staðunum af því að ég, svona alltaf, þetta var Frakkland 2007, það talaði enginn ensku, ég var bara búin að vera 1,5 mánuð í Frakklandi, ég skildi voðalega lítið hvað var í gangi kringum mig og fer þannig gegnum leiklist og dans í svona soldið eldi bara hína. En þú segir Frakkland 2007 þá talaði ekki ensku? Sérstaklega í bænum sem skólinn. Þetta hefur breyst mikið. Þetta hefur, já. Ég vissi ekki að það hefði dugað svo lengi til 2007 að það var náttúrulega í gamla daga þannig að þú bara lærðir ekki frönsku þá bara svaltu. Þetta var svolítið svoleiðis og það gerði það verkum að því ég kem þarna í skólan bara í september að á jólunum var ég bara alltalandi. Ég hafði ekkert val. Ég var að fara í gegnum heimspekitíma, listasögutíma, leiklistatíma sem maður þurfti að spinna, söngtíma. Ég þurfti bara að læra frönsku 1, 2 og 3 og samnemendur mínir sem voru samt ungt fólk frá 18 til 28. Það voru 2 í bekknum mínum og útlendingar sem að töluðu ensku og annars vildu bara frakkarnir ekki tala. Þetta hefur breyst nú? Þetta hefur breyst mikið síðan þá, mjög mikið. Það finnur það bara þegar maður kemur til Parísar? Já, og líka skólinn sem ég var í Kampavínshéraðnum í litlum bæ, 50.000 manna bæ og þar var ekki töluð enska á þeim tíma sko. Herðu, en sirkus alveg gríðarlega stór hefð sem ekki náð til Íslands? Ég ekki alveg sammála því. Sirkus eins og hringleikur og ég svo fyrsta sem að fór út í skóla og svo hafa alveg nokkrir fyllt í fótspor mín og hafa verið að svona láta sirkusinn að lifa svolítið á Íslandi og miður ekki séð sýningarna þeirra en þau að gera sitt besta til þess að ég fór út í nám og kom aldrei aftur heim. Þetta algjöru svona frumstíð. Já, það allt að gera hérna. Miðað við suðupottin sem úti þar sem eru alls konar mismunandi stílar og mismunandi sýningar og ekki síst í Frakklandi að þar þetta sko mikil og þykk og síkvik hefð. Já. Alls konar sýningar í boði. Einmitt, alls konar sýningar á alls konar stöðum. Ég það heppin að vera mikið búið að vera að vinna bæði bara í stóru leikhúsunum með svona stórum kompaníum þar sem eru mikið að ferðast bara allan heiminn og svo ég líka síðastlegin 11 ár búin að vera með sko það sem maður myndi kalla götuleikurskompani. Svona sirkus-götuleikurskompani að þegar í Frakklandi, Belgíu og í allri Evrópu mikið af svona stórum festivalum og hátíðum þar sem bara mikið götuleikhús, götusirkus og þetta oft ókeypis og þetta svona mikið af almenningurinn kemur á þessi festival að njóta listar og þetta eitthvað svona svolítið í hefðum í Frakklandi sem mjög mikilvægt að meira þess að stundu förum við í bæi þar sem eru kannski 2000 manna bæ og það risastórt festival sem kannski frá föstudegi til sunnudags það sem eru alls konar flottar og vel unnar sýningar og við ferðumst þarna á milli eins og sínum og þá þú út á götu og þá erum við mitt bara í almennings við erum með bara stóran strúktur sem að við komum, setjum upp sínum og tökum niður og svo bara ferðust við svolítið frá. Hvað strúktur? Hvernig strúktur?
Þetta það er ekki tjald. Nei, það er ekki tjald. Við erum algjörlega á, það er það sem mér finnst mjög skemmtilegt, við sýnum algjörlega á götunni. Þannig að það er engin sýning eins og önnur af því að stundum rignir, stundum er 40 stiga hiti, stundum er svo mikill vindur að við fljúum út í burtu og því ég segi strúktúr að ég er að tala um 10 metra hár. Til þess að setja ykkur snúrur í. Já, að því að það sem ég lærði semst í skólanum, ég svaraði ekki alveg spurningunni, ég byrjaði á að læra svona sveiflandi rólu og svo skipti ég í miðjuferli og varð sem sagt það sem við köllum fljúari en svona meira í loftfimleikum. Og svo eftir ég kom út úr skólanum er ég meira búin að vera að vinna í því sem að kalla hönd í hönd eða Korean Cradle og þá er þetta alveg svona hönd í hönd að þá er ég að klifra kannski upp á fjórðu hæð og standa á höndum eða standa á annari hendi á haustum einhverjum sem er á öxlunum á öðrum, hopp í heljarstökk og svo svona loftfimleikar þar sem er algjörlega, ég er með 2 svona haldara sem að standa í 5 metra hæð, 6 metra á milli sín og þeir kasta mér frá einu og yfir í annað og ég fer í skrúur og heljarstökk og þeir hátt uppi? Já, í svona 5-6 metra hæð. En þú dettur? Það er dýna, en við göngum svolítið út frá því að maður detti ekki. Nei, en slísin gerast og þau ger ekki búið undan sér og það er svolítið bara partur af þessu starfi og það getur gerst hvenær sem er. Þannig hefur þú dottið og mitt ykkur? Já, við hefum alveg fengið minn skerfa því og alveg þurft að liggja upp á sjúkrahúsi og horfa á vegginn og hugsa mitt mál, sko. Já, hvort að þetta sé snjöll atvinnugrein. Nei, það var aldrei spurningin. Meira spurning, hvernig ætla ég að gera það og hver er mín mörk? Já, puttin hefði farið aðeins lengra, þá hefði ég... Já, nei, og þú veist, og líka mín vinna er svo, ég læt allt mitt traust á annað fólk. Já. Það er annað fólk sem að grípa mig og það er rosalega mikið traust sem þarf að vera í þessu. En eins og stundum gera slík sem bara ekki búið undan sér og það bara gerist. Og svo bara verður það verkefni og maður... Þannig þú hefur dottið út í nokkra vikur? Já, nei, ég tókst að brjóta 5 hryggjatinda og liggja á þess að hreyfa mér heila viku upp á sjúkrahúsi og þeir sögðu mér að það var bara heppin að labba og þá hugsaði maður svolítið sitt mál og þeir sögðu við mig, þú gerir örugglega ekkert í 6 mánuði og ég sagði, ég á frumsýningu á nýrri sýningu eftir 6 mánuði og ég frumsýndi hana bara. Þið farið á svona í þessu götu hérna sirkus að þá farið þið inn á svona bæjarhátíðir sem ég meina, sumar eru náttúrulega endurvaktar en sumar kannski eiga bara eitthvað þráð bara langt aftur í miðaldir þar sem var svona fólk eins og þú að hoppa og skoppa og gera eitthvað og að sumuleyti er þetta óendanlega gaman að sjá eitthvað gera eitthvað sem að manni finnst vera ómögulegt og maður getur meira sér að horta á sko píanókonsertspilara og maður fattar allt í maður að horfa á hann bara á akrobatíina hvað getur manneski að spila svona hratt og allt í bara yfirtekur það músíkina. Já, þetta er mjög góð samlíking, einmitt. Og þannig að þetta hefur alltaf bara verið í okkur finnst þetta óendanlega skemmtilegt að horfa á eitthvað gera eitthvað sem við töldum að er ekki hægt. En er ekki líka eitthvað svona að vera að reyna að segja einhver svona sögu eða eitthvað í þessu eða hvað? Jú, við sem sagt í sýningum, sérstaklega í götuleikusýningum er alltaf eitthvað þema, það er svolítið sögu þráður og við erum í svona karakterum, við erum að leika eitthvað. Síðasta sýning sem við gerðum þá semst þema vorum baksvið. Sýningin gerðist baksviðs og allt sem að fer úrskeiðis baksviðs og þannig við vorum í raun að leika fyrir áhörundur sem voru ekkert hinum einn. Þannig að þetta var svolítið svona, vorum að leika með þetta að fólkið var bara með okkur algjörlega í... Þannig að þegar þið fóruð út á sviðið... Það vorum að leika eitthvað hinum einn. Jú, við sáumst það, við vorum stundum, fólk þurfti stundum að ímynda sér og stundum sá það að við vorum að gera bara einhverja svona senur hinum einn, en aðal fjöri var það sem að gerðist baksviðs. Þannig að það eru sögur í þessu, þetta er leikus. Já, þetta er algjörlega, þetta er mikið svo bara götu leikus, sko, með akrobatík í vafi. Svo ég bjó smá stund í Frakklandi og kunni ekki fransku. Þannig að ég fór fyrst og horfði á óperur og tónlist og svo fór ég að horfa á einmitt svona danssýningar og svo miklar svona það sem að sirkusin er eiginlega komin inn í leikhúsin. Það sem að maður er inn í leikhúsunum og alls konar sýningar sem fólk var að leika sig með svona
hreyfalegt gólf og svona, svo yfir í eitthvað svona látbragðsleik og þetta er ótrúlega fjölbreytilegt flóra sem þarna. Já, síðan mjög stór einmitt. Já, einleikir og... Já, ég er að fara að leika í sýningu í næstu viku, við erum 19 á sviðinu. Já. Mjög stór sýning og þetta er sirkussýning eins og var unnin í samstarfi við danshöfund. Þannig að þetta er svolítið eins og að koma og horfa á danssýningu sem að gerist ekki bara á gólfinu, heldur líka í flugi einhvern veginn. Því að við gerum ekki annan að klifra og hvort annað og hoppa í heljarstökk og lenda upp á 3. hæð eða 4. hæð. Þannig að þetta tekur svona aðra vídd einhvern veginn. Þannig að þú ert í sirkus að þá það í ævintýrunum litla barnið sem er rænt í sirkustum. Þú ert í einhverjum svona hóp, en þú ert líka bara að þeirra verið að setja upp þessa sýningu þarna þá það já, við ættum að hafa flyer og hérna er hún. Þannig að þú ert líka dett inn sem bara eins og leikari. Ég er eiginlega bara algjörlega eins og leikari. Þetta er algjört val, ég er í hópum, eins og ég er búin að vera að vinna í 11 ár með einum hóp, en þetta er ekki mitt kompani. Þannig ég er bara ráðin inn einmitt sem leikari. Flyer. Já, flyer. Og í öll, og það er oft bara hringt í mig og ef ég er laus, mikið verður líka bara að leysa af. Koma og einhver sem hættir í sýningu, það er það sem ég er að fara að gera núna í næstu viku, að það er eitt strákur sem ákvað bara að hann ætla að hætta og ég kem og tek yfir hans hlutverk. Þannig að, já, ég er svolítið svona frílans þannig að séð að, það bara hringt í mig, en svo ég er búin að vera mjög heppin eins og ég er búin að vera í þessum Gauturleikhússýningum, við höfum sýnt hverja sýningu í 5 ár í senn og við erum að sýna 60-70 sýningar á sumri, þannig að það er rosalega gaman að fá að sýna sýningu 300 sinnum. Hljómar ekki þannig? Jú, af því að það er svo gaman að horfa á sýningu, það er alltaf eitthvað nýtt sem að kemur fram og hún stækkar. Við vorum að koma út með nýja sýningu núna í maí og sýndum hana núna 60 sinnum og fyrsta sýning og síðasta sýning er allt öðruvísi. Þannig að hún stækkar og lifnar og dafnar. Þetta er lifandi, þetta er lifandi leikhús. Og ég er búin að vera mjög heppin að vera í mörgum sýningur sem ég hef fengið að sýna 200-300 sinnum og vera líka í svona kabarettsýningum sem er svolítið svona, þá er maður að sýna frá 3. degi og fram á sunnudag 2 á dag og þá á 4 mánuðum sýnir maður 250 sýningar. Þú sagðir að maðurinn hefði verið að hreinsa fílakúk og maður sér fyrir sér að flægirinn svífur og horfir á mannin sem er að hreinsa kúkin og ástin kviknar í sirkus. Já, það er gaman að ímynda sér það. En það er alveg rétt, ástin kviknaði í sirkus en við hittumst bara í náminu, í skólanum. Hann var ára á eftir mér. En er þetta ekki þannig að það sem er hlustnur að finna sem maka inn í þessum heimi heldur en fyrir utan hann? Af því að þetta er sérstakur heimur. Þetta er náttúrulega sérstakur heimur en þetta er sérstakur lífstíl. Þú ert út allt. Já, og ég er ekki oft heima hjá mér. Nei. Og ég myndi að vera kannski með einhverjum sem myndi vera alltaf heima í vinnu frá 8 til 5. Það hefur sína kosti og sína galla. Fyrstu 10 árin sem vorum saman, við vorum saman í 15 ár. Fyrstu 10 árin vorum við að vinna í Sickforum kompanjón. Og það gæti alveg verið svoleiðis, ég var í Mexíkó og hann í Þýskalandi og það var á tímum Skype, þegar interneti virkaði aldrei og halló og við sáum stundum ekki 1 mánuð og ekki 2 mánuði og kannski ekki 3 mánuði. En ég segi oft, maður veit að maður elskar einhvern en maður man ekki alveg af hverju. Og það getur alveg orðið svolítið flókið, svona í lengdina. Það rennur það ekki upp fyrir manni þegar maður hittir hana? Jú, yfirleitt, en það er oft flókið líka þegar maður er kannski með líka svo miklar væntingar. Maður hlakkar svo til og við erum kannski búin að upplifa rosalega mismunandi hluti á 2 mánuðum. Og þú ástokir að hugmyndinu mannin? Hugmyndinu mannin sem maður var, kannski. Og stundum, sérstaklega, núna er maður farin að kunna á þetta, en sérstaklega þegar maður var ungur þurfti maður aðeins að svona balansa þessum væntingum og læra svolítið inn á þetta. Og svo núna fyrir 6 árum ákváðum við að vinna saman. Vorum bæði tekin, hann kom inn í kompani sem ég var búin að vera að vinna með í 5 ár og vorum bæði bara ráðin sem leikarar, þannig að það var ekki pressan á okkur, þetta væri okkar projekt sem við værum að setja upp að svona.
Og við ákveðum svolítið að prófa það hvort að því uppsetningaferli getur oft verið flókið að því að það er mikið svona, við erum að vinna með mikið af fólki, við erum oft 6, 7, 8, 9 hóp og hver og einn hefur sína skoðun og það er mikið ego og stundum svona, það getur verið mjög flókið og við erum að vinna. Sleppa við það. Þetta bara inn í það sem er búið að móta. Þess vegna finnst mér oft gaman að taka yfir hlutverk. Þegar maður gerir það sínum en maður þarf ekki, svo uppsetningaferli getur verið alltaf 3 til 4 mánuðir og þá er þetta í svona residency og þá kannski erum við í 2 vikur í residency og þú ert með sama fólkinu, þú borðar saman á mótnana í hádeginu á kvöldin og svo er talað saman og þetta verður rosalega mikið stundum. Og frakkar tala svolítið mikið sko. Frakkar tala, geta tala rosalega mikið í hringi og það er rosalega mikið að fundum og þannig að við ákveðum svolítið að komumst við í gegnum uppsetningaferlið og svo hvernig er það að túra saman? Hvernig er það að vera saman í hótelherbyggi frá lok apríl og fram í október? Og við komumst í gegnum þetta fyrsta ár og fannst við bara vera svolítið góðir, svona leikfélagar og svona bara gott lið, góð liðsheild saman. Þannig að þá bara strax á þessu fyrsta ári við komum út með sýningunni í maí og í júli fer ég að telja, ég er orðin 33 ára á þessum tíma og við erum farin að hugsa barn og eitthvað svona og ég fer að telja 7. júli. Tíminn er að tikka. Túrin endar 7. október. Ef ég verð ólétt í dag þá get ég klárað sýningarnar og ég varð ólétt þennan dag. Þannig að þið eignuðu sirkusbarn? Við eignuðu sirkusbarn. Þannig að þetta var algjörlega bara algjörlega planað og svona eignuðu sirkusbarn sem að fæðist 30. mars 2020 í miðjum heimsfaraldri. Og það var vesina því að það var náttúrulega lokað og ekki tímt í 1,5-2 ára eða eitthvað. Við vorum rosalega heppin. Og ég byrjaði mér bara að sýna mun, ég ætlaði að taka mér smá frí, bara barneignarleyfi sem að er ekki mikið í Frakklandi. Maður fær 6 vikur fyrir fæðingu og 10 vikur eftir fæðingu. Og þá bara lætur venjulegt fólk barnið sitt á leikskóla og fer að vinna. Þannig ég ætlaði að taka mér svolítið meira leyfi. Og börn eru náttúrulega í skóla í Frakklandi frá 8 á mótnana til 8 á kvöldistundum. Já, þetta er allt annað kerfi. Allt annað kúltúr. Þannig að ég á þarna strák 30. mars og í þokkabót fæðingadeildir sem ég átti að eiga á var búin að loka á pappa. Ég átti að fæða ein, þannig að það var önnur fæðingadeild í hálftíma fjarlægð, ég ætlaði bara að fæða þar, svo lokar hún líka á pappa. Við fórum að spá að fæða heima, þetta var eitthvað sem við ætlum að gera saman. Og við endum á að hringja í alla spítala í 1,5 tíma radíus í kringum hjá okkur. Og endum í klukkutíma og korter í Fontainebleau. Og við svolítið bara ljúgum því að við séum, að því það var svona lockdown, að við værum bara först þarna hvort við mættum koma að eiga. Og þegar kom að því að það var bara keyrt af stað og farið til Fontainebleau til að fæða. Þannig að það var ævintýr út af fyrir sig. Svo frægur staður. Já, einmitt, mjög fallegur. Ævintýraður staður. Herðu, en maðurinn, hvað gerir hann? Grípur hann flæra? Nei, ég er svolítið búin að kenna hann það, en upphaflega alls ekki. Hann er meira svona eins og bambú, svolítið svona, ekkert óbúrslega sterkbyður. En hvað gerir hann í sirkusinu? Hann er það sem við köllum línudansari. Þegar ég segi línudansari þá er ég ekki að tala um country dansa. Ég er að tala hann lappar á vírlínu og er svona akrobati á línu, er að hoppa í helgastökk á henni og dansar algjörlega á línu sem er yfirleitt í 2 metra hæð. Og núna erum við farin að vinna svolítið mikið saman og hann er farin að halda mikið á mér og ég stend á annarri henda á haustum á honum. Tekur hann því þá upp á línuna? Við reynda, Þið getur saminað þetta með því að þú varir að standa á haustum á honum upp á línunni. Fyrir þessum árum þegar vorum svona að byrja að vera saman, til þess að gangi í augun á honum, ég er alveg ágætlega góður akrobati, til þess að ná athygli hans, að þá byrjaði ég að labba svolítið á línu líka og hoppa í helgastökk, því það er ekkert ofta stelpur hoppa í helgastökk á línu og það virðist hafa virkað. Það er ef að ykkur er í makaleik og þá verður þetta að benda á það að hoppa í helgastökk á línu að það virkar ágætlega. 2 metra hæð, þá er ekkert öryggisnett? Það er ekkert öryggisnett, nei. Er hann verið með sig eins og þú? Já, við erum með svona kóða. Ef við hringjum í hvort annað og við segjum hæ, hafðu engar áhyggjur en þá vitum við að næsta lína ég er upp á spítala.
hann búin að ég vil ekkert meitt mig síðan 2013 því ég tók alveg bakið svolítið vel, sko. Hann hins vegar síðastliðin 2 ár og hún tókst að brjóta 5 rifbein og slíta öll liðbönd í öklanum. Ekki á sama tíma. En það var svolítið gott ár. Þú varst, þú sagðir á það, nú var 33 ára fyrir COVID, dansarar, að það þetta svona, ég held að dansarar eru oft konið bara eftirlaun 37 ára. Já, ég var 38 þannig að ég hvað dugar fólk lengi í þessu? Bara eins og líkami og hugur bera mann áfram. Ég segi oft, ég ekki að gera sömu hluti eins og ég gerði fyrir 10 árum og eftir 10 ár ger ég ekki sömu hlut og ég ger í dag. Þannig að svolítið bara þróast með líkamannum og því sem manni langar að gera og ég hef verið að vinna með fólki ég hef verið að vinna með höldur sem eru að vinna alveg bara upp undir 60. Já, ég maður til svolítið sýningum og það er kannski ekki að gera sömu hlutin en það getur verið ótrúlega það er svona annað alveg og það er svo fallegt að horfa á þessa líkama og svo náttúrulega eins og dansóperinn eins og hjá Tínu Báss sem er ennþá verið að dansa, ég er ekki 70. Mjög gott dæmi. Stórkostlega sýningar. Maður þarf ekki að vera að fara að hoppa í tvöfalt heilastök kannski þegar maður er 60. Það verður eitthvað annað sem að verður svona mikilvægt. Hvar búið þið í Frakklandi? Við búum í litlum bæ sem heitir Joigny og er svona 10.000 manna bær í Burgundi hérum sem er svona cirka 1,5 tími frá París, suður af París. Góður matur? Góður matur. Góður svona vetramatur. Út gluggan þá horfi ég á vínegrurnar og það er markaður á miðvikudögum og laugadögum þar sem maður hittir alla og allt kemur beint frá bóndanum og það er kallt núna og það snjóaði hjá okkur. Það er með þessi svona merg í forrétt til þess að vinna á móti flensunum. Mikið sníklum, eða ekki? Jú, mikið sníklaræktum einmitt bara í kringum okkur og svona, þetta er lítill bær þar sem eru barir og veitingastæðir en ég samt bara 5 mínútur að labba niður á eða 5 mínútur að labba upp í skó eða út á vínegru og njóta náttúrunnar. Og það er líf í þessu bæja því ég hef komið í svona bæji að því að, og ég las það einhvers þar að sko frakkar er svo þjóð sem á helst svona sekundtóm eða annað heimili, sumarbústað sem og maður átti að segja þegar maður var í frakkar stundum sögðustu vera frá okkur þorpi þó það hefur kannski búið í 2 kynslóðir í París, þannig að það er svona tengslinn við þorpið og fara aftur í þorpið svona lifir svona og þar alveg kaupaðu mikið af eldri húsum og þá kemur stundum í þessa bæi og þá er kannski 1/3 húsunum erum ekkert búið í og mann fannst að vera alveg að ramba á því að ráða við að hafa þessa 3 veitingastaði og markaðurinn var en þetta er líflegu bær að það? Já, þetta er mjög líflegu bær og sérstaklega eftir COVID að þá er mikið af Parísarbúum eða fólki úr stóru borgunum sem að vill frekar búa betur í stærra húsi með garð og betri lífsgæði þar sem að allt svona gengur aðeins hægar og minni hraði og já, einmitt, það er leikhús í bænum okkar, það er sýning á hverjum föstudögum, það er bíóhús, það er eiginlega félagslífið mitt er eiginlega því ég er heima, ég hef of mikið að gera, það er alltaf eitthvað að gerast. Það er náttúrulega bara hugmynd margra bara hið góða líf í svona þorpi sko. Og samfélag. Að eiga gott samfélag þar sem að maður er umkringdur fólki sem að þekki mann og virði mann og maður svona tilheyrir einhverju. Þannig þú ert ekki leiðin heim? Ekki eins og ég er, en aldrei að segja aldrei og maður veit aldrei hvað lífið byrja í skauti sér, en eins og er vinnulega séð og svona þá eigum við opslega gott líf úti og gott hús og góða nágranna. Og þú ert orðið frakki og ég gleymdi að spyrja að maðurinn er hann frakki? Hann er frakki. Sonuðinn er frakki? Sonum, nei, hann er með 2-fald þjóðerni. Og talar bæði tungumólin. Hann er bæði frakki og íslendingur. Hann er bæði frakki og íslendingur og einmitt bara mikilvægt fyrir mig og hann að tala góða íslensku og við reynum að koma 3 svarsunum ára til Íslands til að halda góðri tengingu líka við landið. Þannig að hann sé svolítið íslendingur í sig líka. Ég ætla ekki að tala við pólitík í Frakklandi eða á Íslandi. Nei, er það nokkuð? Nei. Herðu en foreldræðinir, þeir eru svona sömuleyti út úr svona
ég veit ekki hvað kallir þetta, svona, pabbi var náttúrulega með kamarorkestrana sem að engi vissi hvort það var sirkus eða músík eða hefur myndið á svona mörkunum, heldur það hafi haft áhrif á þig að sæki eitthvað svona sem á einhverju svona... Já, alveg örugglega, að því að ég ólst svolítið upp bara, ég höfði að fara á alla leiksýningar bara frá því að ég man eftir mér og allar myndlistarsýningar og allar, þannig að þetta var rosalega svona ríkur partur af okkar lífi alla mín æsku og svo þetta tvinnar svona sirkusinn tvinnar saman að því að mamma og pabbi skildu þetta aldrei almennilega, ég þurfti alltaf að vera að hoppa í heljarstökk og standa á höndum og var svona svolítið svona líkamlega mjög virk þannig að eins og ég segi, sirkusinn saminar þessi kannski þessa æsku mína þar sem ég var mikið í listum og leikhús og svona en alltaf að hoppa í heljarstökk líka og tjásið þannig. Já. Herðu, Birta, takk fyrir að koma hinga við í stuttustoppiðinni hérna á Íslandi. Þú ert að fara aftur út alltaf um jólinn í Fraklandi. Já. Það vertíð hjá ykkur sirkusfólki. Það er vertíð. Ég flýg út á laugardaginn og byrja að vinna á sunnudaginn og svo er ég að sýna í öllum svona stóru leikhúsunum í úthverfi Parísar öll jólinn. Þannig að það verður flakkað úr einu í annað. Alveg bara til 24. síðasta sýning 4:30. Gangi vel og gleðileg jól. Takk kærlega, bara sömuleiðis. Já, og þetta er þá lokinn á Rauðaborðinu kvöld. Ég þakka öllum gestum sem að hinga komið og Maríu Lilju og Oddnýju Eir fyrir að taka hér viðtöl, Laufey Ólafsdóttur og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að hafi staldrað hérna við og hlustað og breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlun. Bendi á eins og ég ger oft að þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna, byggja upp dreifikerfið, bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér og benda á að það mér finna það efni á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, 89,1 á FM á stóru höfuðborgarsvæðinu, en það má líka segja þær útasendingar á spilaran, spilari.is er á netinu og spilarinn er líka app sem má hlaða niður í síman og þá getið lustað á íslenskar útastöðar hvar sem er í heiminum, alls það sem er nett. Og svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar er númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef til vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni 24 tíma svona lengst 7 vikunar. Allan ásins ring, samfélagsumræða við þetta Rauðaborð og í öðru þáttu samstöðunar. Það eru áskrifendur, það er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að leggja samstöðunni lið með því að greiða inn áskrift sem að haldi þessu gangandi. Þú getur slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappu sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2.500 krónum sem er grunn áskrifti. Mér er sagt að það sé hlægilega lágt verð en þið megi borga meira ef þið viljið og því sem er kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið. Það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem ég sjáið hér og heyrið er í búið áskrifta og við þakkaðum kærlega fyrir. Þetta er komið gott í bili, til að segja góða nótt og svo sjáumst við aftur á morgun klukkan 8. Þá heldur samfélagsumræðan áfram hér við Rauðaborðið. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.